Finnur, besti þjálfari fyrstu deildar karla, kemur þetta á óvart? Já og nei. Við vinnum deildina með nokkrum yfirburðum og já, bara spilum nokkuð vel heilt yfir tímabilið, þannig að veit ekki. Hefur þessi verðlaun einhverja þýðingu fyrir þig? Já, vissulega. Þetta er náttúrulega bara hvað við erum búin að vera að gera í vetur og vera, já, bara gaman að þessu. Þetta tímabil er náttúrulega ansi langt sem að kláraðist hjá ykkur. Hafið þið náð einhvern veginn að svona meta þetta almennilega, hvernig það gekk þetta tímabil? Já, ég meina, hvað er 1,5 mánuð síðan við klárum. Allt og stutt tímabil í raun og veru, bara deildakeppni, en já, markmiðin tókust hjá okkur, það var að komast beint aftur upp og það hafðist í raun og veru. Þetta tímabil er búið að vera, ég meina, þó það hafið unnið það, þá var alveg nokkur tapleikir einhvern veginn sem kom ykkur svolítið pínu í vandræðin á milli, en þetta kláraðist örugglega að lokum. Voruð þið með besta liðið að lokum, eða hvernig var það? Já, við vorum með besta liðið. Það voru einhverjar spár sem spáðu öðru, en við vorum með besta liðið. Ég sannfærður það og við sýndum það í raun og veru. Þetta er ekki þessa tilfinningu að fara upp í Dominos-deildina og vitið þá kannski aðeins betur hvað þarf að brýna til þess að halda sætinu? Já, við vonum það allavega og vonandi ná að halda þessi kjarna sem að koma okkur upp og við þurfum aðeins að bæta við það til að styrkja liðið bara aðeins betur og reyna að festa okkur í sessi með 12 bestu liðum á landinu. Það er ekki